Verðbréfafyrirtækið Íslensk verðbréf stóð fyrir ráðstefnu í Hofi á Akureyri í síðustu viku þar sem uppbygging innviða atvinnulífsins á landsbyggðinni var aðal umræðuefnið. Kastljósinu var einkum beint að ferðaþjónustunni enda ferðaþjónusta sú atvinnugrein sem í mestum vexti allra atvinnugreina hér á landi. Áætlað að á þessu ári verði til 3.500 ný störf á Íslandi, langflest í ferðaþjónustu eða á bilinu 60–70%. Sigþór Jónsson, framkvæmdastjóri Íslenskra verðbréfa, benti á að uppsöfnuð fjárfestingarþörf í innviðum atvinnulífsins væri 500 milljarðar króna frá bankahruni, þaraf á Norður- og Austurlandi 100 milljarðar. Við erum annars verið að tala þessa efnahagslegu innviði og það þá samgöngur, það náttúrulega vegirnir okkar og hafnarmannvirki og jarðgöng og flugvellir og allt það sem við þekkjum og síðan það veiturnar, orkuvinnsla og orkudreifing og síðan samskipti, bara netið okkar og svo þessu samfélagslegu innviður sem þá heilbrigðismálin og menntakerfið og allar þessar opinberu byggingar. Ég greip nú þessa 500 milljarða svolítið frá samtök iðnaðarins sem hafa verið að presentera þessa tölu og hún verið fundin út frá því að meðaltali ætti fjárfestingi innviðum að vera 20% af landsframleiðslu og frá hruni hefur þetta hlutfall verið mun lægra og þannig eru þessi 500 milljarðar fundnir upp að uppsöfnuð fjárfestingarþörf frá hruni séu 500 milljarðar miðað við þessi 20% mörk af landsframleiðslu. Það kannski bara eðlilegt að ríkisstjórnin og opinberir aðilar hafa náttúrulega verið að fást mörg önnur mál. En það sem augljóslega að koma í ljós núna að þessi mál hafa sittið á hakanum og það komið gríðarlega mikil þörf núna og ástæðan fyrir að ferðaþjónustan svona innvinklast kannski inn í þetta að kannski erum við öll að vakna miklu fyrr og átta okkur á þörfinni þegar við erum að fá svona mikið ferðamönnum hérna inn og þeir eru til dæmis að nýta okkar innviði sem eru þá engan veginn í stakk búnir til þess að taka á móti þeim. Þannig að það kannski ástæðan fyrir að ferðaþjónustan kom svona og hefur kannski svona sýnt fram á þörfina. Það verið að byggja mikið upp á Húsavíkursvæðinu. Öll sú uppbygging, hvernig kemur hún við þá nær sveitir í báðar áttir, Eyjafjarðarsvæðið og svo aftur austur? Það alveg á hreinu að Húsavík eitt og sér getur ekki tekið við þessari gríðarlegri fjárfestingu og uppbyggingu sem þar í gangi og auðvitað verða menn að horfa svolítið á bara svæðin í kring sem eitt svæði, og eitt atvinnusvæði og auðvitað erum við að horfa hérna á Vaðlaheiðargöngin og síðan erum við að horfa á alla þessa orkuuppbyggingu á Þeistareykjum og flutningnir á Húsavík og Bakka og göngin þar og allt smittar þetta út frá sér og gríðarleg fjárfesting og í Norðurþingi erum við náttúrulega að tala eitthvað milli 50 og 100 milljarða fjárfestingu í innviðum sem er náttúrulega gríðarlega mikil og það smittar mjög mikið út frá sér. Hótel spretta upp á höfuðborgarsvæðinu og reyndar víðar á landsbyggðunum. Hvað segja fjárfestar, þarf nýtingin ekki að batna til dæmis hérna fyrir norðan þannig að hótel verði fýsileg í augum fjárfesta? Þetta oft spurning eggi og hænuna og eins og oft hefur verið bent á, jú, það náttúrulega algjört kraftverk hvað orðið mikil nýting á fastafjármunum í Reykjavík á hótelum og annarri ferðatengdri þjónustu. Það koma náttúrulega mjög sterkt fram hérna í erindum á ráðstefnunni eins og í hjá Helgu Árnadóttur og hjá framkvæmdastjóri SAF og öðrum á ráðstefnunni hvað raun og veru mikil mismunur á nýtingu fastafjármuna 6 til 8 mánuði ársins miðað við í Reykjavík en þetta samt að batna mjög hratt og auðvitað þarf náttúrulega að fjárfestinga í þessu stað svo að ferðamenn sæki hingað inn á þetta svæði og það þarf náttúrulega að fjárfesta betur í samgöngum og flugsamgöngum og öðru slíku sem koma þá inn á svæðið. Þannig að það smá saman að gerast og fjárfestar fylgjast mjög vel með og eru margir með ýmsar hugmyndir. Hafa fjárfestar verið jafnvel rægir við að fjárfesta í atvinnulífinu utan suðvesturhornsins? Það fer náttúrulega eftir í hvaða atvinnugrein það en fyrst við erum að tala helst ferðaþjónustuna að já, það hefur náttúrulega verið kannski meiri þörf og meiri aukning ferðamanna og betri nýting fastafjármunna í Reykjavík heldur en víða annar staðar þannig að eins og við höfum nú kannski talað þetta bara lítur betur út í Excel í Reykjavík en það er að breytast mjög hratt og við erum bara einhverjum árum eftir en brýnasta þörfin hjá okkur hjá okkur á Íslandi og í tengslu við ferðaþjónustuna náttúrulega
ná að dreifa ferðamönnum og ná fleiri gáttum hér inn og nýta betur okkar náttúru. Norðausturlandi til dæmis er náttúrulega meðal við Norður- og Austurlandi er með mjög mikið af stórum seglum til þess að laða að ferðamenn en við erum ekki með innviðina til þess að taka á móti þeim og þetta eru fjárfestingar út allt, bara það litla við að loka Dettifossveginum. Ég meina það eru tæpið 3 milljarðar, þetta eru náttúrulega gríðarlega fjárfestingar. En þær skila sér svona sögulega séð, þá hafa innviðafjárfestingar skila sér mjög hratt og vel til samfélagsins og ég tala ekki þegar ferðaþjónustan eru svona vexti að það er eitthvað sem svona, ef að tækifæri er ekki núna þá getum við sjaldan litið fram á tækifæri í þessu. En þegar því á íslenskum verðbréfum fylgist ég grannt með atvinnulífinu, hvað með frumkvöðla? Eru þeir að kynna fyrir ykkur sína starfsemi og hugmyndir? Já, ég bara rétt áður en ég kom hingað inn þá einmitt var ég á fundi með ferðaþjónustufyrirtæki með gríðarlega öflugar og miklar skoðanir og það er náttúrulega gríðarlegur vöxtur í þessari grein og þetta er að smita mjög mikið út frá sér þannig að hér eru störfin að verða til í ferðaþjónustunni og gríðarleg fjöldi nýrra starfa og stór uppsprettarunur nýrra starfa á síðustu árum og það virðist bara að vera að halda áfram þannig að já, fjárfestar og og einstaklingar eru margir að líta til þessar atvinnugreinar og mjög mikið af hugmyndum í gangi. Ferðaþjónustan, hún talar mjög gjarnan nauðsyn þess að beinti millilandaflug verði komist á laggirnar. Skynjarðu það til dæmis á fjárfestum að það sé eins stórt atriði? Það er enda misjafnt en jú, langflestir horfa á það. En það er eins og hefur sýnt sig að það tekur mörg ára að ná að markaðssetja upp slíkt flug. En já, það er mjög mikil það er allir mjög sammála í þeirri skoðun held ég, þeir sem eru að reyna að starfrækja ferðaþjónustu á þessu svæði. Ertu bjartsýnn á að hjól atvinnulífsins fari að snúast hraðar fyrir norðan? Ég skynja það á þér. Já, ég er bara mjög bjartsýnn og bara fullt af tækifærum á þessu svæði hér. Og ég meina fyrir austan okkur eins og í Norðurþingi það sem er svona gríðarlega innviða fjárfestinga, hún smittar alveg gríðarlega mikið út frá sér. Og svo er ferðaþjónustan að aukast mjög mikið á þessu svæði og kannski á þetta markaðssvæði jafnvel hvað mest inni að mati margra. Þannig að það eins og áður sagði, þetta smittar mjög mikið út frá sér. Og er það líka skoðun fjárfesta að hér séu mikil tækifæri til staðar? Fjárfestar náttúrulega hafa eins margar og misjafnar skoðanir og þeir eru margir. En það eru margir sem eru að hugsa sér til hreyfings og eru að horfa á þetta svæði. Já. Og við erum alveg að sjá það að það er að koma meiri samkeppni inn á svæðið og fleiri að koma inn á þetta svæði, þannig að það er ekki spurning.